Þannig þessi töp eru væntanlega alveg hroðalega sár, eða ekki? Jú, við erum mjög sár. Náttúrulega, við byrjum leikinn bara alltaf illa og komum okkur samt í gegnum það þóttur að við lenda 50 stig undir og komum okkur inn í þetta og svo bara svo körpultan er. Þetta var veikt hérna undir lokin. Við ætlum erfitt með að fá einhvern köllinn undir körfunni og það sem við vildum fá og þetta er bara, eins og segir, partur af þessu. Þetta er stór skot og það er bara kredit á þá fyrir að gera það. Já, hvar er samt KR að vinna þetta hérna í lokin? Hverju munar? Er þetta bara þeir settu skotið sín, var okkar skotval kannski ekki nógu gott í lokin? Já, einhver skotval voru slæmin. Það er bara eins og það gerist og við þurfum að læra bara því. Við þurfum sömuleiðis að sækja og meira náttúrulega inn. Við erum að valda sem er 32 stig og það er erfitt með það. En við hefum þurft að geta spila betur út frá tweakdekkingunum hjá þeim. Að fá bolta þá út aftur og sækja þess setjubylgjuna og en sömuleiðis. Þeir voru með gott lið og þeir gerðu vel og við ekki, þannig að því fór sem fór. Það biðu held ég svona margir eftir að sjá þessa tvo kana bítast. Það var ekki búið að ganga í vetur. Jamal meiddur í fyrirleiknum, Crayon daginn í bikarnum. En núna loksins mættust þeir. Þetta leit frekar illa út fyrir þinn mannið ekki? Já, hann er bara að spila 15 mínútur í leik, það var þetta erfitt. Já. Hvað með framhaldið? Svo Keflavík 15. Og bara einfaldlega að koma sér aftur á beinu brautina? Annað í stuðinu en að gera það. Sem hana, hvað er frétt af Degi? Það eru margir sem eru forvitnir. Er eitthvað von á honum í búning á næstunni? Eða? Nei, ég hef ekki von á því. Bara jafnvel game over, bara season over eða hvað? Það kemur bara ljós? Kemur bara ljós, ég hef ekki hund. Nei. Herru, flott áfram gakk.